Komið blessuð, verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Næsti gestur okkar, hann hérna ofan á brekkunni eftir því sem ég best veit, en uppalinn á Eyrinni. Það er að segja, hann Akureyringur, Benedikt Guðmundsson heitir hann, tæknifræðingur, íþróttaáhugamaður, gamall íþróttamaður, hefur áhuga á öllu held ég, og við skulum spjalla við hann hérna eftir smástund. Benedikt Guðmundsson, tæknifræðingur, golfari með mér, vertu velkominn. Þakka þér fyrir. Kallaðu Baddi. Þekka þig alla sem Badda. Já, allir sem Badda. Já. Stundum eru menn sem að segja Bensi og einn kallaði mig alltaf hérna skal ég segja Molda. Molda? Hann var Gunni heitinn hérna Sót. Hann kallaði mig alltaf Molda og ástæðan fyrir því var svo að pabbi er fæddur á Moldhögum á hérna út í Krækningaliðinni. Nei, og þú kallaði hann Moldi? Hann kallaði mig Moldi, hann eini maður sem kallaði mig Molda. Eina sem að ég kannast við Molda, að það var hestur sem að góður maður átti, Alli Arnljóts. Yndislegur hestur og yndislegur maður. Jæja, velkomin Moldi. Þakka þér fyrir. Ég veit ekki hvar við að byrja. Golfið? Það nú seinni tíma sport eins og maður segir, en samtidig búin að vera askoti lengi í því Já. Hvenær byrjarðu því? Það nú saga að segja frá því skal ég segja þér. Ég og Steini, fyrrverandi mágur minn, Steini Sigurgeirs, við vorum að þvælast einhvern veginn í kringu jólin í bænum á okkar bestu dögum og hérna þá sáum við inn í hljóðfæraverslun Frímanns hérna Sport og hljóð, þá sáum við þar hálf gólfsett í hérna tösku og okkur leist askotu vel á þetta. Þetta getur verið nú eitthvað til þess að byrja á gólfinu. Jaha. Þannig við ákveðum jólin? Já, en trixið var að við ákveðum að gefa hver öðrum þetta jólagjöf og vera voðalega hissa. Og þá varum við komið tilefni til þess að byrja vorið að fara í golf. Mjög hissa. og við keyptum okkur þarna sem sagt sitt hvort golfsettið og bökkuðum þeim inn og gáfum hver öðrum. Svo mættum við galvaskir golfum vorið og Steini hætti nú mjög fljótlega. Steini er einn af þeim ef hann ekki árangri strax þá nennir hann ekki að standa í þessu. Já. Ég hafði þolmaðin og hef ekki náð árangri en þá en er búinn að vera askoti lengi. Já, mörg ár. Já, mjög mörg. Þetta er örugglega 25 ár. Já, minnstakosti, ef ekki 30. Já. Og hérna, keppirðu, ertu með forgjöf og þess aftar? Já, ég setti mér markmið í vor vegna þess að þegar nýja húsi kom hann frá æfingahöllin okkar hans mína, þá voru okkur úthlutað skápum og ég fekk skáp númer 88. Og ég einsetti mér því að spila þá á 88 höggum í sumar og ég ætlaði líka að fara niður fyrir 20 í forgjöf. Var með 24,7 í vor. Og þetta hefur nærri því tekist. Ég er búinn að spila einu sinni í sumar á 89 á gulum tegum, en tvisvar undir 88 á rauðum tegum. En það telur ekki vegna þess að ég er ekki kominn með aldurinn á rauðategara. Það er að vísu 65 og ég er 65 núna eftir örfá daga. En hins vegar keppir maður alltaf á gulum tegum. Og sem sagt mér vantar eitt högg til þess að ná markmiðinu og ég kom núna í 20,2 í forgjöfinni, þannig að mér vantar sára lítið upp á að komast niður fyrir 20. En hvenær ferðu niður fyrir? Heldur þú nærðu því fyrir veturinn? Ekki héðan af, Þetta er nefnilega, það er orðið svo kalt í lofti og þá fer boltinn styttra og ég er ekki högglangur maður. Það er eiginlega vandamálið mitt. Ég er of höggstuttur, þannig að ég næ sára sjaldan í sem sagt á par 4 hólum, þá næ ég sára sjaldan í 2 höggum inn á grínið sem við köllum regulation. Því að þá hefur 2 högg til þess að búta onni. Ég er oftast í 3. höggi, skilur við, inn á. Þannig og það er, en leiðu konungur rauðatega, þá er ég miklu oftar í regulation, því að þeir eru miklu framar. Já. Þannig að ég held að ég náði ekki í haust, ekki nema ég færi út. Já, í heitt loft. Í heitt loft. En gildir það? Já, það bara,
Ég veit það ekki. Í hverju felst þetta? Þarftu að, sko, til þess að fá lægri forgjöf og annað slíkt, þarftu þá ekki að keppa eða þarftu að skila inn skórkortum? Ég þarf að skila inn skórkorti og ég þarf að skila inn skórkorti sem með, það sem ég fæ fleiri 36 púnta, ef ég spila 36 púntum þá ég að spila á minni forgjöf. Já. Og hvort sem ég með einni forgjöf eða 30 forgjöf, sko, þá verður maður alltaf að spila á völlin í samræmi við forgjöfuna sína. Já. Að vera með 20 forgjöf þýðir eiginlega í raun það að ég fæ 20 högg á völlin. Já. Það er að segja ef ég spila hann á 91 og völlin er 71, þá ég að spila hann á pari. Já. Er þetta erfitt? Nei, golf er ekki erfitt. Golf er hrikalega skemmtileg íþrótt og mikil hreyfing. Margir sko fyrrum íþróttamenn eða eldri íþróttamenn sko hafa farið í golf, svo eru aðrir sem að algjörlega hata þetta eins og pestina. Já. Segir þetta sé bara fyrir gamla kalla og eitthvað svona. Já, margir af þeim sem eru nú í þessu í dag sögðu þetta þegar voru yngri sko, en hann eru komnir inn. Ánetjast þessu sko. Já. Skemmtileg saga sem að Jónas vinur með Róbesson sagði mér, Jónas var góður fótboltamaður og honum gengur svona eins og mér, fyrir að misjafla í golfinu. Já. Og við vorum að spila saman daginn og þá sagði hann, Baddi, þegar ég var í fótbolta, þá þurfti ég aldrei að horfa á boltann, ég bara sett hann. Ég vissi alltaf hvar samherji var eða þegar ég var að taka víti. Já, ég þurfti ekki að horfa á boltann. En í golfinu er þetta víst aðalmálið, að horfa á boltann. Og hann sagðist að hafa spurt Árna, sem var nú hérna hjá henni daginn, hvort hann geti ekki kennt honum að horfa á boltann. Og Árni sagði, nei, Jónas minn, þetta er eina sem ekki er hægt að kenna. Þetta verður þú að læra sjálfur, að horfa á boltann. Það er nefnilega nokkur atriði í golfinu sem maður þarf að hafa í huga þegar maður er að spila. Maður þarf að horfa á boltann, hafa höfuðu stöðut, utan við náttúrulega rétt grip og rétta stellingar og allt þetta. En ef maður horfir ekki á boltann, þá er þetta bara vonlaust. Já, enda er sagt við mann ef maður er að fylgjast með öðrum og þá segir, þú horfir ekki á boltann. Já, það mistekst. Já. En þetta er skemmtileg sport. Alveg rosalega. En þú hefur alltaf verið í sporti, þú ert mikill maður í sporti. Þú hlýtur að hafa byrjað, þú spilaðir handbolta, þú spilaðir fótbolta og fleira. Ég spilaði handbolta, fótbolta, körfu, ég var í frjálsum. Ég var í öllu sem hægt var að vera í, sko. Ég bjó náttúrulega við hliðina á Moldavillinu gamla. Já. Í Grænugötunni sem krakki og maður var þar öllum stundum. Maður var svo stíftar að maður stundum var með allt niðrunsi þegar maður kom heim. Kannski ekki beint niðrunsi, en það var manni gat orðið brátt í brók sem pínulitlum göttum sko. Að vera þarna frá og svo engin aðstæð, maður þurfti að hlaupa heim. Maður dróða allt og dróð því það var svo gaman. Þannig að þetta var lífmanns og yndi að vera þarna upp á Moldavelli sko. Já, og það er náttúrulega gamli völlurinn sem neðan við aðalvöllin sem orðinn grasvöllur í dag. Sem orðinn grasvöllur í dag sko. Þarna spiluðu strákar í yngri flokkum á möl. Á möl, já. Og þetta var náttúrulega eina aðstæðin í bænum þannig að við vorum svo margir sem vorum þarna sko. Ég lendi í Káa sko eitt augnablik. Það var þannig, skal ég segja að við vorum að æfa þarna Þórsarar, alveg sko feikilegur fjöldi og auðvitað ekki nema 11 sem gátu verið inn á í einu og stundu færri því þetta var náttúrulega stór völlur og maður var svolítið pirraður að vera ekki inn á og þá kom Balli heitinn hérna gamli Árna til mín og sagði, Baddi minn, miklu betra að vera með Káa, það er miklu færri og maður geta alltaf verið með og það var ekkert verið að spá í það meira, ég bara mæti á Káa strax dag sko. Alveg sama. Þannig að þú hefur gengið í Káa? Já, ég gekk í Káa augnablik, en það var alveg það sama hjá þeim eins og okkur. Við vorum svo margir, ég þurfti að sitja, nákvæmlega eins og hjá Þór, þannig ég fór bara aftur tilbaka. Þetta var eini völlurinn? Þetta var eini völlurinn. Á þessum tíma? Já, en svo var nú skal ég segja, víða svona grasblettir hér á þar bæi sem Kári Árna var að með svona, hvað maður að segja, æfingar. Sett upp mörk þar. Já, það voru sett upp mörk og hann fór á milli manni eitthvað sko. Við vorum með völl niður það sem að neðan við Hjaltaragötuna, það sem að, skal ég segja, Hjallarnir voru í gamla daga manni og það voru víða sko vellir. Já, upp á brekkunni. Upp á brekkunni fullt, það var allstað vellir sko. Þú segist það var átt heima hann í Grænugötunni. Hverjir voru foreldrar þínir?
Heyrðu, faðir minn Guðmundur Benediktsson, fæddur á Moldhögum í kræklingaliðinni, vann hjá Vegagerðinni meira og minna alla sína tíð, en fyrstu árum var hann nú náttúrulega bara bóndadrengur og svo var hann hjá Kristjáni Kristjáns sem var með bílastöðina, vann hjá honum, keyrði á milli og fleira. Hann var í bílabraski dálítið mikið sjálfur, átti marga bíla á tímabili, man ég eftir þegar hann var, jafnvel, sko, ég heyrði þær sögur og hann sagði mér það. Móðir mín Áslaug Guðlaugsdóttir, hún framan úr Ytri Skalliseyrarhóli í Eyjafirði og þau bjuggu hér í bænum. Mér minnir að einhvern tímann að mér hafi verið sagt að ég hefði fæðst í Brekkugötunni, þar sem hún Dóra frænka, systir mömmu bjó, móðir hans Sigtryggs Guðlaugssonar. Og síðan fluttum við í Grænugötuna og þar var ég alveg til 13-14 ára aldurs. Þá byggði pabbi upp í Þórunnarstrætinu sem að nú heitir Klappastígur. Það hét Þórunnarstræti 135. Þessi spakhús. Já, Klettastígur. Klettastígun. Já. Ég held að það heiti Klettastígur eitthvað í dag. Sko. Já. Þar áttu heim tíma eða hvað? Þar áttu ég heima frá 13-14 ára aldri, þannig að ég flutti bara heiman. Já. Í hvað skóla gekkstu þér á svona tíma? Ég var náttúrulega ógurlegur flækingur. Ég byrjaði náttúrulega hjá honum Hreiðari og Jennu. Já. Svo fór ég í Oddeyrarskólann. Og svo náttúrulega í Gagnfræðaskólann í fyrsta bekk þar og þar var ég í piltabekk. Það voru eingöngu strákar og það voru vestu kvikindin í bænum, settið saman. Og þú í þeim hópi? Ég lendi í þeim hópi og það var mjög skrautlegt og það var alveg greinilegt að maður myndi ekki læra mikið þar. Þannig að ég fór næsta vetur í Skagafjörð í Steinstaðaskóla inn í Lýtingsstaðahrepp. Fór þar í skóla, var þar í öðrum bekk. Já. Og bara mjög gaman, alveg rosalega gaman og þar lærði ég svolítið sem að hefur fylgt mér og hjálpað mér í gegnum lífið. Já. Þá fékk maður þennan aga sem maður var kannski ekki svo vola mikið með fyrir. Að maður þurfti náttúrulega að vakna á ákveðnum tíma, maður þurfti að ganga frá sínu rúmi, maður þurfti að mæta á föstum tímum í náttúrulega skóla pluss föstum tímum mat, hátt á kvöldin og fara að sofa og svona regla. En samt gaman? Mjög gaman, mjög gaman og þaðan fór ég síðan í Reykholt og var þar útskrifast sem gagnfræðingur þaðan og þá kom ég aftur hingað heim og fór í undirbúningsdeild textskóla á Akureyri einn vetur og svo fór ég söður og tók tækniteiknun og þaðan fór ég sem sagt til Noregs og lærði byggingartæknifræði. Já, þú hefur farið svona dálítið skakka leið í þetta. Já, skakka og skakka ekki. Hefðir ekki þurft í sjálfum sér að taka stúdentspróf? Nei. Það var ekki krafa? Nei, það var engin krafa á þessu tíma, sko. Það voru í iðnskólanum var semst undirbúnings- og raungreinadeild fyrir tækniskóla. Já. Og ég tók semst undirbúningsdeildina, fór svo í tækniteiknun fyrir sunnan og vann hjá Vegagerðinni þá bara veturinn líka, vann með því. Og svo kynntist hjá frétti af Sigurði vini minn og Oddsinni sem var lengi hjá Vegagerðinni og fyrrverandi formaður þós. Já. Hann var að koma og ná mig í Noregi. Já, í tæknifræði? Úr tæknifræði og úr þeim skóla sem ég fór í. Og það var eiginlega Sigurði sem benti mér á hana skóla. Já. Þannig að ég fór í þann skóla bara sem sagt 1976 og það til 1980. Já. Það var mjög góð tími. Og kemur heim sem tæknifræðingur? Kem heim sem byggingartæknifræðingur og byrjaði að vinna fyrsta hálfa árið hjá hvað heit nú verkfræðistofan sem inn í Hósbótinni hjá honum Sigga Hermanns. Já. Var það Sigurður Thoroddsen? Nei, það var afsprengi af fjarhitun í Reykjavík. Sigurður hafði unnið þar. Ég man nú ekki hvað hann heitir og þeir vinna hann nokkrir ennþá, Bragi og Bergur Stengrims og fleiri menn. Ég var þar ekkert mjög lengi. Síðan fór ég upp á Vegagerð og var lánaður til Ísafjarðar sem umdæmistæknifræðingur á vestara svæðinu, það að segja Hólmavík og Drangsnesi og Steingrímsfirðinum og þar. Já.
Var þar sem sagt það eitt sumar, flaug bara frá Akureyri, það var flogið sko frá Akureyri til Ísafjarðar á þeim tíma og kom bara heim helgar og eftir að ég var búinn að vera þar þá byrjaði ég að vinna á Sambandinu. Já, þú varst hjá Sambandinu? Ég var hjá Sambandinu ekkert voðalega lengi, frá 82 til 85 þá oft sagt það svona meiri gríni að þá keypti Hensson vinur minn, Halldór Einarsson, keypti mig. Við höfðum hist og hist á einhverjum sýningum. Hann kallaði okkur alltaf ullalafra, okkur sem voru í ullariðnaðinum. En svo hringdi hann í mig og bauð mér að vera framleiðslustjóri hjá sér. Þá var hann sko í ægilegum uppgangi, nýbúinn að kaupa prjónastofu og saumastofu á Akranesi og svo var einhver gjaldþrotastofa upp á Selfossi sem hann keypti líka. Og svo var hann náttúrulega með vinnuaðstöðu líka í Reykjavík og hann bauð mér að vera framleiðslustjóri yfir öllu þessu dóti. Og það var Siggi Lár sem sagt framleiðslustjóri upp á Skaga hjá honum. Já, hann hefur tekið íþróttamenn í þetta. Þetta voru eintómir íþróttamenn, en þetta var mjög skemmtileg tími. Ég var nú ekki lengi hjá honum, ég var frá 83 til 85. Ég eitthvað að ruglast í þessu. Nei, 85 til 87. Því að þá byrjaði ég hjá Byggðastofnun. Þá var ég hjá Byggðastofnun? Já, og þá sem sagt var Byggðastofnun að setja upp útibú hér á Akureyri. En ertu þá ekki kannski, þegar þú kemur til Byggðastofnunar, ertu þá ekki kannski komin í það far sem þú ættir að hafa farið í eftir að búin að læra byggingartæknifræði? Sko, það nýtist þetta náttúrulega? Já, öll menntun nýtist einhvern veginn, sko, og ég sótti nú þetta vegna þess að ég hef alltaf verið mikill áhugamaður byggðamál og hvað að gerast á landinu okkar og einn af þeim sem vill að við höldum þessa ágæta landi sem víðast í byggð þó að sé erfitt víða hvar. Og þetta var alveg kjörið tækifæri fannst mér og þessa vinnu fékk ég og í kjölfarið þá stóð ég fyrir sem sagt fyrir Byggðastofnun að setja upp útibú á Sauðárkróki og Ísafirði og Egilsstöðum. Já. Og það var nú þannig að loksins þegar þetta var allt komið á koppinn, þá kemur ein ríkisstjórn og ákveður að leggja niður sko öll útibúin og færa Byggðastofnun til Sauðárkróks. Já. Og þar með náttúrulega var okkur boðið að flytja með, eða fara vestur eða að hætta. Og það var nú engin áhugi hjá okkur hérna og ekki heldur fyrir fólkinu fyrir sunnan að flytja með. Og það fór einn starfsmaður hérna sem fór ekki, hann býr hérna á Akureyri, keyrði alltaf á milli bara. En aðrir fóru ekki með, þannig að það var alveg til nýtt starfsfólk á þessari stofnun. Og allt í góðu lagi með það og hún hefur nú einhvern veginn bjargað sér alveg eftir þetta en sko vinnubrögðin voru kannski ekki alveg eins og maður hefði viljað sjá þau sko. Nei. Og þarna var ég sem sagt atvinnulaus fyrst á ævinni en það stóð nú ekki lengi, ég byrjaði einhverjum örfáum mánuði seinna að vinna hjá Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar. Já. Og þar var ég sem sagt þetta í kringum aldamótin sem ég hætti á Byggðastofnun. Og þar ég til 2003, áramótin 2002-2003. Þá byrjaði ég að vinna hjá Orkustofnun. Þar sem ert í dag? Það sem ég í dag. Já. Við hvað festu? Við hvað ég? Já. Það svo margt, hvað ætlum við að vera lengi? Þetta að vera búið? Já, svona í fljótu bragði þá sé ég allar niðurgreiðslur og húshitunarkostnað á landinu og eingreiðslur varðandi tengingar hitaveitna á rafhitunarsvæði, smávirkjanir, varmadæluuppsetningar og orkusparandi aðgerðir ýmsar. Mér finnst eiginlega best að segja þetta þannig sko að það eru 4 milljarðar sem á fjárlögum til orkumála og af þeim fara 3,3 í gegnum hendunar mér. Hvað segir það? Það segir aðeins umfangið sem ég mér. Ekki ertu einn í þessu þá? Já, ég hef verið meira og minna einn í þessu alveg. Með þessi verkefni? Já, frá upphafi sko, en núna undanfarin 2-3 ár þá við réðum hérna, fengum að ráða okkur sumarmann fyrir nokkrum árum síðan
strákur sem var í námi, hérna af Ströndinni, Jón Ragnar Guðmundsson heitir hann, og hann hefur ílenst hjá okkur og hann svona dálítið mikið í þessu með mér. Já. En sko, tíminn líður svo hratt, sko, nú veit ég að þú hefur áhuga á eins og til dæmis byggðamálum og öðru slíku. Þú skrifar töluvert mikið inn og leitur skoðanir þína í ljósi gegnum Facebook og annað. Af hverju hefur ekkert farið í pólitík þá bara? Þú ert fínn í það. Nei, ég held að ég aldrei góður pólitíkus, sko. Ég er alltof saklaus í það, sko. Alltof mildur og góður. Já, sko, mér finnst einkenna alltof mikið pólitík, sko, að menn eru aldrei að virða skoðanir hvors annars. Það bara annarkvort með eða móti, sko. Menn virðast aldrei geta tekið eitthvað gott frá öðrum, sko, og búið til einhvern samhljóm og vinna saman. Það alltof mikið af þessu að þú ert annarkvort með mér í liði eða ekki, og ef þú ert ekki með mér í liði þá ert þú bara ekki nóg út, sko. Þannig að þetta eru vinnubrögð sem mér hefur aldrei líkað. Bati, fjölskylda þín, hvernig eru fjölskyldumálin? Fjölskyldumálin mín eru þannig að ég nú fráskilinn, átti alveg yndislega eiginkonu og Svanhildi Sigurgeirsdóttir, systir fyrrnefnds Steinar Sigurgeirs, og þau systkini eru nú býsna mörg. Við slitum samvistum fyrir hvað? Það var einhvern tímann í kringum hrunið, sko, þá hrundi allt hjá okkur líka. Og við eigum 3 börn, mjög fína krakka. Og nú á ég, sko, til viðbótar þessum 3 börnum, þá á ég 5 barnabörn. Já, ertu í góðu sambandi við þetta? Já, ég er í mjög góðu sambandi við þetta fólk, sérstaklega síðari árin og eftir að ég hætti að drekka áfengi sem ég gerði fyrir, rétt rúmum 5 árum síðan. Það skal ég segja það gerðist 23. september 2012. Þá hætti ég alveg að drekka áfengi. Og líður vel? Mér líður mjög vel, já. Þetta ekkert vandamál, sko, alkohólismi, hann voðalega skrítinn, sko, hann svo misjafnt. Varstu bara alkohólisti, þú viðurkennir það? Já, sko, það ekkert vandamál að viðurkenna það, sko. En alkohólismi svo mismunandi á fólki, sko. Ég nefndi þetta fyrir við að þar hefði ég lært, þegar ég fór í skóla í gamla daga, það var reglusemi. Já. Og það hjálpar manni voðalega mikið ef maður er alkohólisti og er að vinna í sínum málum. Það að hafa reglusemi. Það að fyrsta sem er eiginlega kennt hér þegar þú ferð í meðferð, það er reglusemi. Mikið af alkohólistum hafa ekki reglu á hlutunum sínum. En það hjálpaði mér svo mikið. Ég hef alltaf haft reglu á svona hvernig ég borða, vakna, búa ganga frá eftir mig og alla svona smáhluti sem menn eru kannski ekki að hugsa dagstæla. En þú gerir þetta. Já, en þeir skipta máli. Það skiptir máli að vera reglusamur. Því að öðruvísi getur ekki orðið reglumaður nema þú sést svolítið, þeir eru reglusamur. Já, akkúrat. Hvar býrðu í bænum? Ég bý upp í Holtateig. Er það ekki Káahverfi? Jó, sennilega myndi það kallast Káahverfi, sko. Ég keypti mér þarna búseturétt. Og hjá Búseta og ég kann mjög vel við með, þetta eru 4 íbúða hús og maður verður ekki var við neitt, sko, maður er bara nánast eins og í einbýli, mjög rólegt og notalegt. Tíminn er nú eiginlega búinn hérna hjá okkur. 65 ára að verða. Já. Ertu farin að hugsa til 67 ára? Já, ég byrjaði að hugsa náttúrulega til 11 áranna, sko, því að við þessi ríkisstarfsmenn, við getum byrjað að taka út lífeyri, sko, bara 60. Og ég er að byrja núna í kringum 65 ára aldurinn, því ég ætla að vinna til 70. Þú ætlar að gera það? Já, ég ætla að gera það. Ég er í fína heilsu og hef engar ágjörð af því. Og markmiðið er í raun bara að gera sig skuldlausan fyrir þann tíma. Já. Og mér sýnist það vera minnsta mál. Sá kafli, sko, sem var náttúrulega mjög erfiður hjá manni, þegar ég kem hérna heim, sko, 1980,
búinn að vera í 4 ár í Noregi í verðstöðvun. Þá kemur maður hérna í óðaverðbólga 81-82 þegar maður er að kaupa sér íbúð, sko. Og hérna, ég náði mér nú eiginlega aldrei upp úr því vegna þess að maður var hérna í basli þá strax og basli bara jóst og svo þegar maður taldi sig vera aðeins að komast á betri spöl þegar maður var búinn að losa út úr því þá lendir maður í ekki betri málum sem tekur alltaf langa tíma að útskýra og hérna, en nú er ég bara á fínu stað og líður vel. Og líður bara mjög vel. Það er svo margt sem ég hefði viljað tala við þig þú ferðast töluvert og annað en við kannski gerum það einhvern síðan ára hittunum og gaman að fá að spjalla við setjum bara á hérna lokasena to be continued. To be continued. Það hefur verið gert hér. Ég ætla að taka mynd af þér. Ég þarf ekki nema eina, hún er góð. Já, ég bjóst Kærar þakkir, Benedikt Guðmundsson. Sömuleiðis.